Raindrops keep falling on my head. And just like the guy who's feeling. Samsung framleiðir vatnseld snjalltæki fyrir þig og þína sem þola íslenskt veðurfar. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið heil og sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 7. ágúst. Nú aðeins 22 dagar í það að þjóðin gangi að kjörborðinu og segir skoðun sín á því hvort að halda í áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið eða ekki. Menn berast á banaspjótum samfélagið, ræða kosti og galla Evrópusambands aðildarinnar og ég hef staðið í þeirri umræðu hér á vettvangi Spursmála í allt sumar og við munum halda uppteknum hætti alveg fram að kjördeginum 29. ágúst. Hér á eftir ætla ég að ræða við góða gesti þetta málið mitt. Og það skiptir miklu máli í umræðunni að rétt sé farið með staðreyndir. Sumt auðvitað undirorpið mati og tilfinningu fólks, en annað liggur blákalt fyrir. Mér langar til að sýna ykkur hér litla samantekt úr umræðunni. Það sem að farið rangt með hluti virðist vera eins og að reynt sé að slá ryki í augu fólks. Maður veit þó ekki, kannski vita þau einfaldlega ekki betur. Sjáu þetta. Ég hef búið í Svíþjóð, átt íbúð þar og verið með húsnæðislán í öðrum gjaldmiðli, sænskri krónu, sem tengd við evru og ég borgaði svo miklu lægri vexti þar. Ef þú fengir 12,5 milljónir, hvað myndir þú gera? Ég tók 90 milljónum króna lán hér í Danmörku fyrir 5 mánuðum síðan og ég borgaði 80.000 krónur íslenskar á mánuði af því. Sama lán hefði kostað mig bara 300.000 krónur í vextina einu saman á Íslandi. Á Íslandi kostar mjólkurferðnan 380 krónur, en í Svíþjóð kostar mjólkurferðnan 183. Á Íslandi getur því keypt 39 mjólkurferðnur fyrir lágmarkslaunin eftir skatt, en hvað heldur þú getur keypt margar mjólkurferðnur í Svíþjóð? Í Svíþjóð getur þú keypt 63 mjólkurferðnur. Svo keypti ég líka inn fyrir vikuna. Þetta kostaði 18.881 krónu. Ef að við göngum með ESB og matvöru verður lækkað 25%, þá hefði ég sparað 4.720 krónur. Nýjasta dæmið að Margréti Rós Sigurjónsdóttur sem að gerði garðinn frægan þegar hún hélt fram að mjólkin á Íslandi kostaði 380 krónur en ekki 234 krónur eins og hún gerir í raun og veru. Það kom í ljós þegar allt var tekið til að það ódýrara að kaupa mjólk á Íslandi heldur en í Svíþjóð að teknu tilliti til lágmarkslauna. Menn heldur kannski að hún hefði lært af reynslunni, en núna í vikunni steig hún að nýju fram og fór að bera fram reynslu sína frá Svíþjóð af fasteignalánum versus fasteignalán hér á Íslandi. Þar fullyrt hún að sænska krónan væri tengd við evru og það auðvitað lykilatriði í umræðunni gjaldmiðlamálin. Staðreyndin hins vegar sú að Svíar fóru allt aðra leið og ákvað að vera með fljótandi gjaldmiðil eins og Íslendingar og gjaldmiðillinn sænska krónan alls ekki tengd við evru. Þetta eru staðreyndavillur eða ósannindi. Annar maður hefur stigið fram fyrir Já til að sjá hreyfinguna, Halldór Jörgensen Olesen. Hann hefur haldið því fram að hann hafi tekið lán í Danmörku fyrir 5 árum upp á 90 milljónir og að því láni sé hann aðeins að greiða 80.000 krónur á mánuði. Þessi kunna reikna sjá að ef þú greiðir 80.000 krónur á mánuði inn á 90 milljónir, þá þarftu 93 ár til að borga lánið upp. Þarna var því hrein ósanninda ræða. Nema ef vera skildi hann hafi fengið lán í COVID sem bar neikvæða vexti á þeim tíma og menn greiddu bara vexti á lánunni tiltekinn tíma og síðan munu afborganirnar hækka gríðarlega í kjölfarið. Þarna verður það slá ryki í augu fólks. Pavel Bartósek, hann kjörinn fulltrúi, hann meira að segja formaður utanríkismálanefndar þingsins. Hann hefur í óða önn haldið því fram að matvöruverð kunna lækka 25% á Íslandi ef við göngum inn í Evrópusambandið. Það blasir við öllum að það mun ekki gerast, það búið að hrekja þessi rök, en samt haldið áfram á sömu línu. Ég kalla eftir því að þetta fólk eins og allir aðrir haldi sig við staðreyndir og skoði hlutina á yfirvegaðan hátt. Það voru mestar líkur á því að við fáum rétta niðurstöðu þann 29. ágúst hver sem hún verður. Hér eftir skammastund það stöllurnar úr Komið gott, Kristín Gunnarsdóttir og Ólöf Skaftadóttir. Það ætla að fara yfir fréttir vikuna með mér og hvað helst bar til tíðinda í þeim. Að því loknu kemur hingað til mín Björn Bjarnason, fyrrverandi dómsmálaráðherra og menntamálaráðherra. Hann ætlar að ræða við mig Evrópusambandið og hvernig þetta aðildarferli blasir við honum. Hann hefur kynnt sér þetta mál frá öllum hliðum, allt frá því að hann tók þátt í því að samþykkja EES-samninginn á Alþingi árið 1994. Fylgist þið með þessu.
Renault Scenic. Sjáðu heiminn. Ekki láta loka þig inni. Veldu frelsi. Samsung. Mannvirki, byggingar og hallir. Hvað sem þú vilt byggja, þá framleiðum við byggingarefni framtíðarinnar. Limtré Vírnet. Heilskoðun hjá Intuens veitir ítarlegar upplýsingar stöðu líkamanns. Með segulómun hægt að greina breytingar og frávik áður en einkenni koma fram. Með þessum upplýsingum getur þú tekið upplýstari ákvarðanir heilsuna þína. Kynntu þér málið á intuens.is. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Komið sæl að nýju. Hingað eru komnir góðir gestir til að fara yfir fréttir vikunnar. Það eru stöllurnar Kristín Gunnarsdóttir og Ólöf Skaftadóttir. Það er halda úti hlaðvarpanu Komið gott. Það var í fríi í sumar en er komið á dagskrá á ný. Komið sælar. Blessaður. Fyrsti þáttur núna á miðvikudaginn. Já, eftir Vestlumhelgi. Já. Við vorum nú ekki frí allt sumar, þetta var nú bara júlímánuður. Já, hvað síðasti þáttur í lok júní? Já. Þetta er dálítið gott úthald, leyfi mér að segja. Já, við erum ekki duglegar og eigum náttúrulega heldur ekki mikið undir og þú. Við ætlum ekki að kasta sumarleyfinu frá okkur út af við erum svo æstar yfir ESB. Nei, við höfum verið mjög dugleg hér. Já. Og þegar fólk hélt að það væri ekki hægt að halda úti samfélagsumræðu í júlí og ágústmánuði, þá höfum við sannað að það er víst hægt. Jafnvel 2 þættir í viku stundum. Já, ég er enda að vera að fá að þakka fyrir það vegna þess að ég var að vinna allan júlí og þú veist, þetta var mjög flott þegar ég var að laga úr vinnu, í vinnu, mjög gott. Ég þakka fyrir mig. Þetta er góð afþreying. Já, mjög. Ég sé líka að þú ert aðeins búin að bæta í jakkafatalagrin og núna komin í svona nýlendu herraföt og fagna því. Maður þarf að eiga ljósföt á sumrin. Já. Og Íslendingar eru nú átt að sé betur og betur á því. Já. En segð mér með hlaðvarpið, það kemur núna, eða fer af stað núna upp úr Verslunarmannahelgi. Er það út af atkvæðagreiðslunni í lok ágúst? Sjáðu þið tækifæri eða hefðu þið verið lengur í fríi ef ekki væri fyrir hana? Nei, við erum bara fastar í viðjum auglýsingasamninga og kveða á að júlímánuður sé okkar frímánuður og desember enda líka. Þið þurfum bara að skaffa auglýsendum, ölgerðin og öðrum. Já, öllum eins og helst. Já, en það er líka bara, þú veist, við erum svo eitthvað fastar fyrir, alltaf þegar við ákveðum eitthvað, þá erum við alveg þversum í því, sko. Við ákveðum við erum í frí í júlí og því bara, það hefur ekki verið rætt aftur eins og, sko. Nei. Stundum tekur tíma að knýja vélarnar í gang, svona smyrja sér til, ég hlustaði á þannig fyrst að það bara kveður við sama tón, svífinningar í garnafgrendra manna og kvenna, eða karl og kvenna. Já. Það verður einhver svona fasti í lífinu. Já. Við erum það. Já. Uppnefnin að halda áfram. Ég er ekki eina fórnarlampið þar, nýjasta fórnarlampið er utanríkisráðherra sjálfur. Já, Hergerður Katrín. Já, einmitt. Já, það var hérna í sumar, þá lúrði herskip hérna við Reykjavíkurhöfn og við Kristín náttúrulega. Og bara mér var og á í mínu hversti, sko. Já, það var rosalega nálagt höfninni, sástu þetta? Þú veist, þetta var eiginlega bara inn í Hörpu. Var þetta ekki spænskt herskip? Jú. Ég hitt að þið strandað. Og hefði ekki komið óvart með að við svona getu spænska hersins. Viðbragðsgetu. Ég held að Þorgeir líta á þetta bara svona smá hrós. Ég held að þetta séu svona bara svona blikk. Ég held að það þurfi ekki að koma neinum á óvart og hún elskar, þú veist, allar alþjóðastofnanir, einkennisklæðnað og annað. Og athygli. Já, athygli. Spánverja. Stjórnmálamenn lifa á því. Já. Nákvæmlega. Já. Þið verðið vikulega með þetta fram á haustið, gerir ráð fyrir? Fram að desember. Þá fyrir við í jólahíatusinn. Þá þurfum við að fara að halda fram að borða á Jómfrúnni. Þessum helstu stöðum. Þið eru núna í fráhaldi frá mat. Já. Eftir sumari. Er þörf á því? Já. Það er ekki alltaf jólin. Nei, því miður. Það var reynda að fara fram hjá mér. Það er þessi atkvæðagreiðsla framundan. Mér langar til að aðeins að fá ykkur til að draga upp mynd af því hvernig þetta hefur spilast. Það var mikið deilt þessa tímasetningu sem að núna liggur fyrir og hefur legið fyrir frá því vor. Er stjórnvöldunum að takast að gera þetta á þann hátt sem að þau sáu fyrir sér? Þetta spilast fyrir Þorgerði og Kristrúnu eins og þær höfðu hugsað sér? Já, núna voru við nú ekki í eldhúsinu og Ingu Sæland þegar þær hafa ákveðið þetta yfir einhverju rjómatertunni. Þannig að ég svo sem veit ekki alveg nákvæmlega hvað þær sáu fyrir sér. Kannski svona erfitt að fara eitthvað að gera sér það í hugalund. En þegar allavega hugmyndin var samt greinilega að alþingismennirnir væru ekki einhverju endalega aðleikarar í þessari umræðu með því að segja að pólitíkin alltaf er frí og
og alltaf svona að leyfa þjóðina, þegar þjóðina alltaf náttúrulega kjósa, að leyfa svona þjóðina eiga sviðið og ég veit ekki, mér finnst þess að núna finnst mér þetta svona eiginlega einkennast meira bara að sko svona trúarátökum, heldur en einhverjum alveg debatt sko. Þetta minnir svona kannski, ég sammála þessu sko, þetta minnir mann kannski dálítið á svona einhverja stemningu sem var hérna þegar COVID-faraldurinn reið yfir, þar sem allir Íslendingar voru orðnir, þú veist, sérfræðingar í einhverjum dropasmittum og eitthvað svoleiðis. Já. Já, þetta svona, þetta eru, þú veist, þessar hefðbundnu fylkingar og þetta svona, getur alveg verið skemmtileg umræða, en nú svona stundum kannski meira byggð á tilfinningum heldur en rökum. En ég held að það sé samt í rauninni eina leiðin í þessu sko, vegna þess að þetta eru náttúrulega ótrúlega svona margar hliðar á þessu máli og hver og einn náttúrulega í rauninni alltaf að ákveða fyrir sjálfan sig, ok, hvað mikilvægast fyrir mig og þó þú sért með einhverja grjótharða útreikninga sem þú ert kannski búin að eiga í ritdeilum við, þú veist, Gauta B. Eggertsson eða einhverja aðra, þá ertu samt að ákveða út frá þinni tilfinningu að það sé það sem skiptir þig mestu máli og svo einhver annar að pæla í varnarmálum og svo náttúrulega þú veist það sem gert mikið jámegin að þetta sett upp sem einhver svona starffræðidæmi fyrir hagsýna heimilismóður sem er rosalega skringileg leið til að tala þessa ákvörðun sem í grunninn bara pólitísk, finnst mér. Þetta ekki eitthvað svona, sniður að setja peningin í þetta eða þetta og það eitthvað óeigandi svar við því. Þetta bara ekki svoleiðis mál. Nei, og bara öll umræðin kringum þetta, það ekki óeigandi svar við neinu. Þú veist, sumir að pæla í regluverkinu, aðrir að pæla í einhverjum fullveldismálum, þú veist, þann þriðja langar í einhverja tómata frá Napoli, sko. Þú veist, allt þetta bara góð gild rök, finnst mér. En umræðan út allt, við getum verið sammála það, en einhvern veginn hafði maður þá tilfinningunni þegar að þessi tímasetning var ákveðin og hvernig Þorgerður Katrín sérstaklega talaði, að hugmyndin var svo að það yrði ekkert of mikil umræðu þetta. Það var eiginlega sagt, við eigum eiginlega að taka þessu umræðu eftir að við tekið ákvörðun það hvort að við förum í viðræðurnar eða ekki og þegar samninga viðræðurnar sjálfar þá hefjast. Það þá sem að við munum fá upplýsingar og annað og ein línan sem að menn hafa tekið að segja, já, ég bara veit ekki nóg sambandið eða hvað þetta felur í sér til þess að geta tekið ákvörðun fyrir ég fæði þennan 500 síðna samning í hendurnar eftir 5-7 ár. En svo þetta kemur í ljós eins og Morgunblaðið hefur verið að gera að það er hægt að fræðast mjög mikið það hvernig Evrópusambandið virkar og hvað það mun þýða fyrir Íslendinga ef við þó fyrir þannig. Já, algjörlega. Ég alveg sammála því og ég held við ætlum ekki eins og við vorum nú sérfræðingar í dropasmittum hérna á sínum tíma og núna í einhverjum hegðun stýrivaxta á evrusvæðinu og hérna áhrif gjaldmiðils á dagvöruverð og annað. Þá held ég að við breytumst líka ekki átómatist í einhverja lögspekinga þegar þessi samningur liggur fyrir og munum áfram þurfa að treysta á túlkun lögfróðra manna og kvenna á því og þeir sérfræðingar eru líka sikkur megin línurnar og þú veist, og lögfræðinu svo, þú nú þekki vel Stefán minn, ekki einhlít sko. Nei, þannig að þú veist. Baudenbacher, fyrrverandi forseti EFTA-dómstólsins, hann kemur fram með ákveðna línu og hann þekktur lögfræðingur, svo kemur Sveinn Andri Sveinsson sem líka þekktur lögfræðingur, hann algjörlega undir með því. Hvað á almenningur hvorum á almenningur að treysta? Já, nákvæmlega sko. Treysta brjóstvitinu. Ég held að það sé eina sem fólk á eftir. Algjörlega og þú veist, forgangsraða einhverjum atriðum sem skipta því máli í lífinu sko og hérna. Þannig að þetta verður tilfinningamál. Þetta verður enda þannig. Það bara þannig. En ég veit hins vegar ekki út af því að þú veist, það talaði já til að sjá sko og hérna, þú veist, ég held að þetta þurfi líka að vera já til að sjá og skilja, en þess að ég veit ekki hvaða Íslendingur ætlar að setjast niður og glöggva sig á einhverju 400 síðna plaggi sem verður sennilega bara eitthvað svona lögfræði jargon sko. Já, við það sem við höfum farið yfir og rannsaka hér út frá öðrum aðildarsamningum þá verður ekkert í þessum samningum það hvernig að lækka vöruverð á Íslandi eða hvernig að taka vextina niður með einhverjum hætti. Men snýst þetta ekki blandbúna á sjávarútveg? Jú, þetta snýst það. Þetta snýst þetta fyrst og fremst það hvernig Ísland muni aðlaga sitt stjórnkerfi að stjórnkerfi Brusselvaldsins. Og það bara eðli þessa verkefnis að ganga í Evrópusambandi og þarf ekki að fara í neina grafgötum með og menn þurfa ekki að vera í einhverju feluleik með það. Nei, en við höfum líka kannski aðeins og að rætta svona okkar á milli að ég hvet Íslendinga til að halda í sína mannkosti í gegnum þessa baráttu. Já. Fólk verður alveg rosalega leiðilegt og svona miklu þverrplankar þegar þið ræða þetta mál. Og þú veist, ég veit bara, það bara fjölskylduboð í uppnámi og maður að heyra einu og öðru. Það eru veiðiferðir klofnar í herða niður. Já. Veiðiferðir líka? Já. Það allt undir í þessum efnum. Og þarna nú sem svo oft áður Facebook aðalsökudólkurinn. Þar rótþróin í þessu öllu saman.
þar sem fólk leyfir sér að ganga fram og ég meina það þú engin undantekning, Stefán. Nei, ég tek virkan þátt í þeim. En ég að reyna að rétta hana. Ég að reyna að koma inn á herra plan í sífellu. Já, en þú veist, maður tekur bara ákvörðun, þú veist, út frá því og svo ekki að vera að segja, þú veist, þeir sem segja já, hérna, þú veist, já, Evrópusambandið er frábært og þeir vita af veikleikunum. Þeir vita að, þú veist, þetta er mikið og þetta er þungt, þeir eru bara alveg að fara að laga þetta. En ég held að meiri segja við í okkar svona mikrokosmos hér á Íslandi getum alveg, þú veist, segjum okkar farir ekki slettar af því að við hættum ekki að blýhúða okkar reglur og svo vitum við að því svo að fara að vinda ofan að því og það er hægara sagt en gert og ég tala nú hérna okkar þá góðu stefnu fjölmiðlanefnd sem ráðherra er búin að segja að hann ætla að breyta reglunum en nefndin starfar alveg þangað til að þeim lögum verður breytt. Já, þangað til að bara... Þannig að kerfið ver sjálft sig með kjaft og klóm. Þið eru í stríði við fjölmiðlana. Við förum aðeins yfir þá eftir. Ég ætla aðeins að taka umræðuna áfram Evrópumálin. Þetta er hluta þeirri umræðu því að þetta er nibba ára Evrópusambandið. Já, og myndu að haldi þína mannkosti á meðan þú fær að tala þetta. Já, ég minni líka á að þið voru að hvetja fólk til að vera ekki reitt, svo nefni ég fjölmiðlanefnd og þið brjálist. En hérna... Ég er enda nefndana, en afturlega. Það sem að mér langar til að nefna er þessi meinta upplýsingaóreiða og sannarlega það eru miklar upplýsingar á borðinu og menn eru að matreiðar og velta þeim fyrir sér en svo eru líka dæmi hluti sem eru bara borðleggjandi líka bara fyrir annarkvort í lögum sambandsins og ekki undir neinni túlkun og svo eru bara aðri þættir sem að varða til þessu vöruverð og annað. Mér langar til að nefna þetta dæmi með hana Margréti Rós Sigurjónsdóttur sem hefur núna í tvígang á vettvangi játrúlega sjálfhefingarinnar komið fram og verið að höfða til hagsýnu húsmóðurinnar fyrst með umræðu mjólkurverð og hins vegar vaxtaþróun og talar þá gera þar samanburð aftur á milli Íslands og Svíþjóðar. Hún er staðin að því að fara með staðlausa stafi. Það er hrein ósannindi í málflutningi hennar. Sjálfhefingi virðist ekki taka þetta mjög alvarlega að segja bara það er ekki ritskoðun í gangi og virðast nú reyndar ekki átt að sjá mununum á ritskoðun og ritstýringu það eru eðlis ólíkir hlutir að hafa stjórnvöld sem að töluðu mikilvægi þessa upplýsingaóreiða eða ekki stundu, hafa þau staðið sér í stikkinu við að staldra við slá á puttan á fólki þegar að svona kemur upp. Eru stjórnvöld ekki bara frí nú? Þorgerður hefur lýst miklum áhyggjum af upplýsingaóreiðu og jafnvel að það sé verið að reyna einhvern veginn að hafa áhrif á kosningarnar einhverjir erlendir aðilar. En svo horfum við upp á þessi dæmi sem ég nefni, bara einföld dæmi líka af Halldóri Jörgensen Olesen sem hefur haldið því fram að það sé hægt að fá 90 milljóna króna lán í Danmörku og borga því 80.000 krónur á mánuði sem er ósatt. Já, en ég veit ekki hvað stjórnvöld er verið að gera við eitthvað fólk sem er að, þú veist, blogga að setja eitthvað Instagram-vídeó af stað. Þú veist, hvað á Hergerður sjálf að fara að mæta og banna þetta? Nei, hún getur tjásum þetta og sagt, þetta gengur ekki. Já, en ég held að þú veist, þarna erst þú að vísa einhver dæmi, ég veit ekki eins og hversu Halldór er og ég hef ekki séð þessi myndbönd frá Margréti Rós, en þú veist, auðvitað er það slæmt ef fólk er að fara með staðlausa stafi. Þú veist, mér fannst kannski aðeins og langt gengið þegar Páll Bartósek var byrjaður að tala sem er sko formaður utanríkismálanefndar var byrjaður að tala eitthvað burrito og hálfvirði ef við farum í ESB sko. Þar er ég alveg til í að menn fara eitthvað að stíga inn en þú veist, eitthvað fólk á Facebook, ég veit ekki hvað fólk að gasa. Nei, þetta er fólk á vettvangi hreyfingan og ég held reyndar að það hafi orðið svona atvik beggja vegna víglínunar sko. Já, þú veist, ég er náttúrulega það að leggja til eitthvað siðabuddu hlutverk, ég ætla að fá að mótmæla því, mótmæla þeirri tillögu. Ekkert jentilöfun. Ekkert jentilöfun. Nei, jú, auðvitað er pirrandi þegar fólk og ég held að hún sé nú ekkert einum það að hafa sett fram sig eitthvað svona einhverja mjög tæpar fullyrðingar það hvað gerist einmitt annarkvort ef við göngum inn eða gott eða slæmt sko. Þannig að ég held að fólk þarf bara að horfa, setjast inn í einhverja gufu, kannski bara gufuna sem þú ert með heima hjá þér. Já, allir velkomnir. Já, og bara leita inn á við og finna bara, hvað finnst mér mikilvægt? Er það það skiptir mig máli sko. Já. Núna vorum við að birta könnun sem var gerð í júlímánuði yfir hálfsmánaða skeið sem að sýnir að fylkingarnar eru hnífjafnar og rétt 8% sem eru óákveðin. Hvað segir þetta ykkur stöðun á málinu? Hvernig sjáu þið fyrir ykkur þetta þróist fram til 2009? Mér finnst þetta svona rosalegt að þetta sé svona jáft. Já, og ég held að versta mögulega niðurstaðan sé 49-51 sko, eða þú veist, eitthvað svoleiðis sko. Kristrún hefur lýst yfir að það gangi ekki. Já, fyrir svolítið síðan sko, það var nú aðeins fendi við þá skoðun, maður sér það nú alveg. Já, ég meina einhvers það verður viðtalið núna bara í fyrra daga eitthvað að 51% væri nóg. Jú, þú veist, og einhvers það verður maður auðvitað að draga línu í sandinn, ég meina, þú veist, þetta er meirihluti sko.
En ég held bara að það svo ógeðslega slæmt fyrir alla umræði í landinu og náttúrulega fyrst og fremst svo ógeðslega leiðilegt sko. Þjóðin klofin í afstöðu það alveg augljóst. Það augljóst. En ég held að næstu vikur munu náttúrulega skipta sköpum í allri þessari umræðu. Kosningabaráttan núna hafin fyrir alvöru núna eftir Vesturmannahelgina. En þetta snýst tilfinningar að eitthvað mati, þá spyr ég aftur, hvor fylkingin líklegri til að geta unnið með tilfinningarótið? Ég veit ekki, maður hefur auðvitað tekið þátt í fullt af kosningum og það alltaf bara einhvern veginn fullt af kosningarstjórum sem að berja sér á brjóst fyrir að hafa gert eitthvað ótrúlega snjallt í þessari baráttu og eitthvað svona. Mín reynsla bara svo að þar sem stemning, þar vill fólk vera sko. Þannig að ég held að vera bara einmitt að sú fylking sem einmitt heldur í gleðina ekki í einhverjum siðabuddu hlutverki. Ég held að það verði sú hreyfing sem rófan á sko. Já, og svona tekst að höfða til þess að tilfinninga raka. Og það sem vont í þessu að vegna þess að ég hef alveg skilning á báðum sjónarmiðum. Að það velja já eða nei, mér get skilið hvort tveggja. En það sem vont í þessu til dæmis eins og, mér finnst eins og ráðherra Viðreisnar hafa gert núna undanfarið. Það að stíga fram og í rauninni sko tala niður til þeirra sem ætla að segja nei, að þeir séu einhverju forpokaðir íhaldspjakkar sem séu svo miklu besserwissarar að þeir telji sig vita hvað standi í þessum samning og eitthvað svona. Vilji ekki einu sinni sjá. Já, og þetta sé eitthvað svona brjálæðisleg neikvæðni, en þetta bara eins og að horfa upp á okkar fjall og í einhverjum stormi og hugsa, ætla ég upp á það eða ekki, og það alveg valið að segja, heyrðu, það betur heima að setja inn á staðfarið upp á þetta fjall sko, af því með þessar bæði sko það að fara inn í þessar aðeldaviðræður og svo náttúrulega alltaf hendin sem gjaldmiðli líka eins og þar fylgi með, ég meina þetta einhver áratugur af umróti og það bara allt í lagi að velja aðra leið en þá leið. Þó ég skilja að fólk vilji líka reima á sig skóna og leggja brattan. Þannig að þetta var leggja brattan. En þetta með tilfinningarnar, þjóðerniskendin eitthvað sem að menn segja að spila inn í þetta, þar sé að fólk vilja ekki gangast undir erlent vald. Íslendingar hafa nú öldum saman þurft að kljást við slíka hluti. Já, ég held líka, ég held að það hafa haft mjög mikil áhrif eins og þegar Ólafur Ragnar steig fram og taldi okkur ekki geta haft nein teljandi áhrif þarna innan sambandsins. Ég held að Íslendingurinn vilji ekki láta stýra sér utan. En á sama tíma þá fullt af fólki sem bara eitthvað að pæla í heimilisbókhaldinu og hvort það geti mögulega að fengja betri láni hver einhverstaðar annars staðar. Ég held að, allt þetta, eins og við höfum sagt, gott og gilt sko. Svo finnst mér annað merkilegt við þessa atkvæðagreiðslu og það að þetta held í fyrstu kosningarnar sem ég tek þátt í þar sem að ég metin til jafns við Vestfirðing. Já. Og það einn maður eitt atkvæði. Kaust þú ekki í ISAF? Nei. Ég man líka hvort ég hafði ekki aldur eða var ekki á Íslandi eða eitthvað, ég veit það ekki. Nei, þú nú ekki svo ung. Já, yngri en þú. Já, talsvert. En ég get samt sagt að þú nefndi Vestfirði. Ég var á Vestfjörðum núna bara síðast í gær og var í nokkra daga og ég var aðeins svona að reyna að þefa á Bolungarvík í Hetabotnum, hvernig stemmingin væri og ég gaf nú svo sem eiginlega gefið mér að það væri hart nei á Vestfjörðum. Hann enginn að ræða þetta á Vestfjörðum. Nei. Allir komið nóg. Þeim lifandi slöng. Þetta bara liggur fyrir í þeirra huga sennilega. Líklega. Ég örugglega ekki á bæjarstjóranum samt. Ég hugsa að hann sé einn á móti bænum, hvað það var þar. Já. Það og við. Kristrún, hún að fara að beita sér. Þetta hennar pólitíska framtíð undir. Hún tapaði sveitarstjórnarkosningunum, fékk harðan skell í Kópavogi, Reykjavík og víðar. Hvað þýðir það fyrir forsætisráðherrann ef hún lendir undir öðru sinni á sama árinu? Mér finnst þetta ekki vera hennar barátta. Mér finnst hún ekkert standa í stafni fyrir þetta. Mér finnst hún, ég hlusta á einhverju viðtali í gær eða fyrir þetta, mér finnst hún bara vera nokkuð yfirveguð, hún talaði, svona freka jákvæð fyrir því að kjósa já í ágúst, en ég meina, hún vill svo bara sjá einhvern samning og ég get ekki séð að þetta meina hafa einhverju teljandi áhrif á hennar stjórnmálaferil, sama hvernig fer. Ekki nema að vera náttúrulega bara svo leiðilegt. Ég held að væri bara mjög betra fyrir hann ef hún fær nei, sko. Fyrir hennar pólitísku framtíð held ég, sko. Persónulega. En ef þetta verður mjög tæpt, það verður náttúrulega bara mjög leiðilegt að vera forsætisráðherra. Já, það kannski þau áhrif það ekki öfundsvert hlutskipti. Nei, en Þorgerður Katrín, hún náttúrulega myndar ríkisstjórnina með henni. Hvað þýðir þetta fyrir Þorgerður? Hennar pólitíska erindi lokið ef að það kemur nei upp úr korsunum? Ég held bara að þetta verði það tæpt að þessi umræða muni halda áfram og að hún Þorgerður Katrín mín muni bara hafa erindi nú sem fyrir, sko. Þó það verið sagt nei með einhverjum minnsta mögulega mun, þá veit ég ekki alveg okkur það einhvern veginn
eitt og sér ætti að þú veist, hafa einhver sérstök áhrif á hana feril nema jú, það er bara ósigur sko. Nú ætla ég að rifja aftur upp Icesave-deiluna og atkvæðagreiðslunum þriðja samningin þegar þú varst barn að aldrei að eigin sögn. Þar voru kannanir sem að sýndu þá sem að studdu samningin yfir. Mér minnir að tölunar hafi verið 53% á móti 47%. Já. En svo gengur menn að kjörborðinu eitt laugardag þarna í apríli við maður rétt og niðurstaðan var 60-40. Gætu við séð svona óvænt úrslit núna? Að það menn séu að vikta þetta vitlaust. Það ekki? Var ekki líka þáttaka í könnuninni eitthvað ekki alveg nógu góð þannig í Gallup? Já, það voru eitthvað 40, var það ekki? Já, 46% mögulega. Það glæsilegt? Nei, en það samt á þessum tíma. Þetta eru 900 manns það byrð sem að svara. Já. Sko ég vona svo innilega að þetta verði 60-40. Já, bara á hvort veginn sem sko. Ég er sammála því. Annars þarf maður náttúrulega bara að kvíða haustinu, vorinu, öllum næstu ástíðum. En hvað ætlaði að kjósa? Ég sveiflast aldrei á milli daga sko. Ég fíla ekki regluverkið sem að kann að fylgja þessu. Og náttúrulega aðhaldið sem fylgir regluverkinu, ekki gleyma því. Já. Það er fólk sem andar í hálsmálið á þér. Já, þú veist, þarna er ég strax nei. Já, þarna næ ég yfir. En svo hugsa ég einhvern franskan camembert og bara, já, okkur ekki. Já, en þú getur alveg fengið franskan camembert á þess að ganga í Evrópusambandið. Já, en ég væri bara til í að fá mér það með hergerði. Fá mér eitt slíkan, erlendan ost. Þannig að þú ert ekki ákveðin? En meiri líkur eða minni? Ég bara, veit ekki. Viltu hugsa regluverkið þegar þú ferð í kjörklefann? Ég held bara, ég muni byggja þetta á einhverju magatilfinningu þegar ég kem. Ég meina, er bara á þeim stað einhvern veginn að þú veist, það er bara, ég er bara, mér þykir mikið til fólks koma sem eru jásinnar og neysinnar og ég held að þau séu bæði að segja satt og rétt frá og eftir þeirra bestu samfæringu en þú veist, það sem þau segja stangast algjörlega á. En svona í grunninn þá er ég ekki hrifin á regluverki, ég get alveg sagt það. En líka í svona litlu samfélagi þá verður þetta svolítið eins og eitthvað tvö lið í Brennó sko. Þú veist, þú ert svona kannski að hallast meira nei og horfir síðan eitthvað á Halldór Benjamin Gas eitthvað, fíla hann ekki og vilt þá vera hinum megin sko, þú veist, þetta verður líka eitthvað svona atkvæði. Þetta er risa ákvörðun fyrir þjóðina og þjóðfélagi. Það er rangt sem menn segja að þetta hafi ekki neinar afleiðingar í hvora áttina sem það hefur stórar afleiðingar í báðar áttir. Já, sammála því. Ég sammála því og ég var í sumar í sumarfríi í Búlgaríu við Svartahafið, þar sem var tekin upp evra áramótin. Kaupmenninni þar rúna upp þegar þið skiptum gjaldmiðil. Þetta var bara rándýrt frí, sko. Það er náttúrulega líka svona, kannski ekki mjög svona, hvað ég segja, það gerir ekki mikið fyrir mann. Nei, en það sem líka neikvægt. En svo jafnast það út, það hefur verið þannig í öllum þessum löndum sem er tekin upp evra, það ekki. Jafnast út á lokum. Það leiti eðlilegs jafnvægis. Já, en það er kannski eitt annað sem ég langar að nefna sem er svolítið leiðilegt í þessu, er að þú veist, þeir sem eru jámegin sko í hagsinu húsmóðurinni sem er bara gott og gilt, en þá þú veist það sem er gert í leiðin er að þú veist stærsta grílan er einhvern veginn íslenskt atvinnulíf sko og íslensk fyrirtæki eru bara mesta meinsemd sem hér veður uppi og sú orðræða er alveg hryllileg þykir mér sko. Það er einhvern veginn allir að reyna að bregða fyrir því fæti, saman hvort sem að taka bensín á bílinn eða kaupa þér hérna mjólkupott eða hvernig sem það er. Þetta er bara kaupmenn eru ekki ok og olíufélögin eru ræningjar og sægreifarnir eru svo mikið svona byrja á þeim, þú veist þetta er alveg opbóðslega vondu útgerðarmennir. Þetta er En þetta er aðferðafræði sem hefur verið keyrt á alveg leynulaust. Já, mér er hún mjög þvert geð. Já, sammála því. Mér hugnast þetta ekki og ég held líka að þetta sé bara ekki hollt út í grunninn, þú veist það gengur vel hér sko. Við erum bara rík af auðlindum og spila bara ágætlega úr því. Það er auðvitað hægt að gera ýmislegt betur en við búum ekki í einhverju samfélagi sem er á einhverju á brúninni sko. Þegar forstjóri Samkeppniseftirlitsins var spurður út í þetta með fákeppnina og okrið og annað og bent á að fyrirtækin hér á matvörumarkaði, eldsneytismarkaði og annað eru ekki að skila meiri arðsemi í sinni starfsemi heldur en í miklu stærri löndum þar sem að menn vilja halda fram að sé svo mikil samkeppni að þá sagði nei það er rétt, það er ekkert meiri hagnaður að þeim en það er bara líka eðli fyrirtæki á fákeppnismarkaði sem eru bara illa rekin sko. Já, einmitt. Þannig að þetta er allt burskið, þannig að það er ekki nóg með þetta séu ræningar. Þetta er líka ótrúlega lélegir rekstramenn. Þeir geta ekki einu svona grætt á því að svindla okkur. Þú ert ekki sloppin, hvað ætlar þú að kjósa þann 2009? Ég ætla að kjósa nei, eins og sakir standa. Mér hugnast þessi talandum að leggja á brattan. Ég ætla að fara aðra leið, ég ætla að valhópa aðra leið. Já.
Niður hlíðina. Niður hlíðina, já, en það er líka bara, við erum líka eyjaskeggjar. Þá hugsa ég segi já, en það verður að vera átök í þáttunum okkar. Við erum eyjaskeggjar, við skulum ekki gleyma því. Og eyjaskeggjar eru alveg sérstakt tegunda fólki, sko. Við skulum ekki gleyma mentalitetinu sem er stort í þessum máli. Einn af eyjaskeggjónum er skeggjaður maður sem heitir Kristján Loftsson. Hann stendur í stríði þessa dagana við Talandi mann sem alltaf að segja nei. Við bandítana á skipinu Banderos. Já, Banderos. Þetta er mjög áhætt. Hvernig blasir eða horfir þetta mál við ykkur? Þessi, ég meina, sérsveitin þurfti að fara þarna borð og það er búið að kyrrsetja þetta fólk við kajan og það kemst ekki á klósettið Já, svo reynda var mjög áhugavert, ég held að það hafi verið á Vísi, mjög skemmtilegt viðtal sem ég las að hluta til í húslestri fyrir fólki sem ég var með, þeim var svo fyndið þar sem einhver skipverji á Banderos sagði farið sinni ekkert sléttar og var að lýsa þarna einhverjum mjög grafíst, einhverjum hreinlætis aðstæðum borð sem var ekki eins og bestur á kosið og svo rak hann allt ofan í hana einhverju varðstjóri hjá lögreglunni sem sagði bara, nei, þetta er ekki rétt sko. Það er rétt að koma í veg fyrir hvert eitt og einasta heilbrigðisslys sem þarna var þarna borð. Þannig að mér fannst þetta svolítið fyndið, verði ég að fá viðurkenna. Já. Ofan í alla þessa þungu umræðu. En þú veist, þetta er einhvers konar atvinnuaktivistar sem þarna ala mannin ekki? Jú, er að kalla eftir athygli með þessum aðgerðum. Já, ég meina svona náðu í peninga og svoleiðis með því að kalla eftir athygli með þessum hætti. Nei, þú veist, þetta er bara allt og langt gengið, algjörst rugl. Þú getur elska hvalinn og finnst hann dýrðileg skepna. Eins og þér finnst? Eins og mér finnst. Já. Þú vilt ekki skjóta þá? Nei. En ég, þú veist, samsamum mér ekki með þessum mannskap, sko. Nei. Nei. Ég er sammála Kolbrúnu Bergþórsdóttur sem var í vikulokunum síðust helgi og var þar að gjamma eitt og annað, en ég var þó sammála hún sagði, ég vil ekki missa hvalinn af matselum hér í borg. Dýrlegur. Algjörlega frábær matur, hrefnukjötið og langbeðið næsta líka. Hún vil fara súsíkvöld saman. Við höldum súsíkvöld með Kolbrúnu, þeir eru ekki bóðið. Hún vil fara 3 frakka og fá sitt hvala sashimi á sinn disk. Já. Verði hann að því, þessari elsku. Kristján kemur bara sem sigurvegari út úr þessu. Hann heldur áfram að skjóta blessu dýrin. Hann hefur tekið þennan mann með sér í körfunni á hafút og hann lætur engan bilbug á sig finna á þessum sem braust inn á hval 8 en var ótrúlega kvíðinn. Já. Og hræddur náttúrulega. Og var kalt. Og kalt og svangur. Hann var kaldur og hrakinn í hval 8. Já. Auðvitað er þetta allt. Já. Sérstakur okkur. Þannig verið að velja sér eitthvað þjáningu svona heilt yfir. Er það ekki? Jú. Ég held reyndar að þetta mál getur líka spilað hans inn á þjóðurniskendina. Þetta rifjar upp bara baráttuna í landhelgisdeilunum og öðru og sýnir það einhvern veginn að þegar að Íslendingar taka slagina þá hafa þeir gjarnan sigur. Já, ég meina, ég held að áfram Ísland sem er sinn helsta bandamann óvæntan í Paul Watson, sko. Já, það er okkar besti maður. Okkar besti maður. Heyrðu, rétt í lokin. Við erum að taka fyrir hér bók í bókaklúbbi Spursmála sem að nefnist á íslenskri tungu Dýrabær eftir George Orwell. Hafið lesið hana? Já, ég las hana í grunn- eða menntaskóla og ég man þarna voru ykkur uppi veðslusum svín. Já. Og ég veit alveg ef þú værir persóna í þessari bók þá værir þú eitt af þeim. Já, rétt að sína Napoleon eða Snækollur sem þið kallast í íslensku. Lásuð hana þá á ensku? Ég las hana á ensku í MR. Já, og munið þetta vel eða? Ég man eftir þessum, svínin taka yfir bóndabæinn af manni sem heitir Mr. Jones. Og Jón bóndi á Miklabæ. Já, og farnast það ekkert sérstaklega vel. Nei. Ekki svona eftir þetta sem tíminn líður. Nei. Já, það eru dýrin öll sem taka bæinn yfir, en svínin beygja svo hinn dýrin undir vilja sinn með slóttuheitum. Herrarnir á búgarðinu. Nema búgarðinu. kettina, sem er sjálfstæði tækifæri sinnar. Já, ég held að við varum kettirnir í þessu. Klárt. það held ég, malandi. En svín eru svo greind. Þau eru mjög greind. Já, þess vegna vil ég stofna fríríki fyrir grísi á Hálendinu. Nei, ég er grínast. Heyrðu, ég hveti ykkur til þess að dusta ríkið á þessari frásögn. Þetta er í bókaklúbbi Spursmála í þessum mánuði. Þetta kemur úr lærdómsritum bókmenntafélagsins. Algjörlega stórkostleg þýðing Jóns Sigurðssonar frá Kaldaðanesi. Þannig að það er hægt að fá þessa bók á 3.299 krónur í pennanum þennan mánuð. Þú lánar mér hana? Þetta er flott ráð til hagsinu hús kvennana. Já, að vera í bókaklúbbi Spursmála og fá bækur á niðursettu verði. Já, og svo ertu verið þú með húslestur sem þú rukar ekkert inn á. Já, við erum með stanslösa dagskrá fyrir Spursmála. Ég hlakka til að fylgjast með og hlusta á þættin ykkar fram að kosningum 2009 og eftir það og hvaða svona tökum þið tækið þessa umræðu alla. Kristín Gunnarsdóttir, Ólöf Skaftadóttir, þakka ykkur fyrir komin. Takk sömuleiðis. Takk sömuleiðis.
Og til að æra óstöðan ætlum við að halda áfram að tala Evrópusambandi hér í þessum ágæta þætti. Björn Bjarnason, fyrrverandi ráðherra og alþingismaður og reyndar aðstoðarritstjóri Morgunblaðsins til nokkur ára. Hann komin hingað í hús og við ætlum að ræða þessa baráttu sem að enn lifir. Fylgist með. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Renault Scenic. Sjáðu heiminn. Heilskoðun hjá Intuens veitir ítarlegar upplýsingar stöðu líkamanns. Með segulómun hægt að greina breytingar og frávik áður en einkenni koma fram. Með þessum upplýsingum getur þú tekið upplýstari ákvarðanir heilsuna þína. Kynntu þér málið á intuens.is. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Hingað kominn Björn Bjarnason. Hann hefur skrifað mikið Evrópumálin og þetta fylgst með þeim. Bæði þegar hann var á þingi en ekki síður eftir að þingmennskunni lauk. Hann hélt út á sínum tíma Evrópuvaktinni þegar aðildarumsókn Íslands var virk á sínum tíma á árunum 2009 til 2013. Ég ætla að ræða hér næstu mínúturnar við hann það hvernig þessi mál blasa við honum nú stundir. Blessaði Björn. Blessaður, þakka þér fyrir að bjóða mér. Já, það full ástæða til. Við fylgjumst hér á Morgunblaðinu þetta mikið með þínum skrifum bæði hjá okkur en þetta líka á vefsíðunni. Ef ég fæði til að teikna mynd af þessum máli sem að við stöndum í akkurat núna sem kannski virkjast strax eftir að ný ríkisstjórn tekur við þarna í árslok 2024 en þetta fer á annað og stærra stig nú í vor þegar þingið ákveður þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Já, þú sagðir að ég hefði verið á þingi og ég var á þingi þegar EES-samningurinn var gerður. Var þá formaður utanríkismálanefndar og tók þátt í ótal fundum það mál. Þá stóð okkur náttúrulega til boða að ganga í Evrópusambandið. Helmut Kohl bauð öllum EFTA-ríkjunum að ganga í Evrópusambandið og sagði að glugginn opinn og nú getið þið komið ef þið viljið. Öll ríkin nema við ákváðu að reyna og þau fóru inn, Austurríki, Finnland, Svíþjóð, Norðmenn reyndu, það var fellt í þjóðaratkvæðagreiðslu og það var fellt í þjóðaratkvæðagreiðslu í Sviss að fara inn í EES þannig að þeir lögðu allar hugmyndir sínar ESB-aðild til hliðar. Það kom aldrei til álita hjá okkur sem unnum að því að Ísland var inn í EES að stíga skrifið og sækjum aðild ESB. Af hverju? Af því að við sáum strax og við fórum að vinna við þetta að þetta myndi valda slíkum umskiptum fyrir okkur í landbúnaðarmálum og sjávarútvegsmálum að það myndi bara okkar hagsmunum yrði síður eins og borgið með því að fara þannig. Þannig að við heldum okkur við EES og í Sjálfstæðisflokknum á þeim tíma í þingflokki hans voru deilur meðal annars landbúnaðarmálin en það náði samkomulag og við gengjum frá lögunum sem tryggðu síðan aðild að EES 1. janúar 1994. Núna, ef þú tekur eftir hvað að gerast núna, að þá komu bændasamtökin í gær með 132 blaðsíðna skýrslu, þar sem þau segja, ef að við förum inn í ESB, þá verður ákvörðunarvald okkar ekkert í landbúnaðarmálum. Það verður flutt inn undir landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins og ákvarðanir teknar þar. Í dag, föstudag, birtir SFS, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, greinargerð sína og nákvæmlega sama niðurstaða. Við munum missa ákvörðunarvaldið, það mun flytjast inn í ESB og þar verða teknar ákvarðanir þar sem við höfum áhrif hvað segði 0,09% kannski upp í 3,75% eða eitthvað slíkt.
þetta það sem við stöndum frammi fyrir. Það þetta sem ríkisstjórnin vill að við ræðum í raun og veru. Því að þetta rættum við fyrir 30 árum, rúmum, og þetta núna að kristallast sem einn megin umræðu punkturinn ef að menn ætla í raun og veru að stíga þetta skref. En ríkisstjórnin hefur forðast að leggja fram nokkuð engin samningsmarkmið. Við vitum ekkert hvað fyrir henni vakir. Utanríkisráðherra talar við Financial Times eða eitthvað blöð í útlöndum og segir við munum draga rauðstrik, við munum setja þetta sem skilyrði og svo framvegis. En það vita allir sem tilþekja og þarf ekki neitt já til að sjá í því efni. Það vita allir að Evrópusambandið mun aldrei samþykja einhverjar undanþágur frá sameiginlegu landbúnaðarstefnunni og sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni í þágu Íslands. Við verðum að sætta okkur við það kerfi sem þar hefur verið mótað og gilt áratugum saman. Spurningin á hvað löngum tíma við fáum að gera það. Þetta það sem við stöndum fram fyrir núna 3 vikum fyrir kosningar, hvað það Og það þessi samtök bænda og þeirra sem hafa sjávarútveginn sem sitt málefnasvið sem koma fram og leggja þetta á borðið núna fyrir okkur og við verðum að taka afstöðu til þess. Ég sé hins vegar á Facebook og strax að fólk segja hvað eru bændur að skipta sér að þessu. Bændur, svo reiknar út að bændur séu bara fáum % af þjóðinu og þeim komið þetta í raun og veru ekkert við. En þetta nú samt hluti af íslensku samfélagi og það kemur fram í skýrslu bændasamtakanna líka að það ekki bara verið að tala landbúnað, það verið að tala heildar Íslands samfélag. Ég tók þátt í því á sínum tíma að leggja grunn að landbúnaðarstefnu fyrsta sinn sem Alþingi samþykkti núna í júní byrjun 2023 og það starf sýndi mér og sannaði og ef maður lesa allir gögn sem við tókum saman þá sjáður að landbúnaður ekkert engamál bænda. Landbúnaður hluti af íslensku samfélagi. Það hýslast allt við bara menning og allt það sem við byggjum á í raun og veru sótt til landbúnaður í upphæfi og svo þróast það og sjávarútvegurinn síðan auðlindin. Ætlum við að láta þetta frá okkur og láta ráð Evrópusambandsins taka ákvarðanir það hvaða rammi að gilda þessa starfsemi. En nú segir forsætisráðherrann og utanríkisráðherrann, það mun bara koma í ljós í samningum hvort að við fáum þessar undanþágur, hvort að við verðum undanskilin þessu. Og Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra var nú bara í viðtali á Bylgjunni í gær, í morgunútvarpinu þar og sagði við verðum svo rosalega stór sjávarútvegsþjóð að það ekkert loku fyrir það skotið að þetta verði bara niðurstaðan að við munum bara fá að fara okkar fram í þessu án þess að þurfa að framselja valdið yfir auðlindinni til. Já, það hafa sagt margt, nú var það þetta, það var Trump og það var hitt og það var þetta, en af hverju setja þetta ekki fram sem hluta af því viðfangsefni sem þjóðin stendur frammi fyrir núna og hún viti að þessi ríkisstjórn hafi mótað sér stefnu aðild að Evrópusambandinu með þessum skilyrðum. Best að hverju gera það ekki? Að þeir hafa enga meirihluta fyrir því á þingi. Það skortir meirihlutan á þingi til þess að móta þessa stefnu. Þær koma að vísa ekki viðtal við þig en þær geta farið allt annað og sagt einhverja hluti eins og þetta sem þú vitnar til eða sagt við Financial Times við erum með rauðstrik og við erum með þetta og hitt. En þetta kastana kemur, þá það spurningin hvaða umboð vitum við og hvernig verður það túlkað þegar upp staðið af þeim fólki sem hefur talað svona eins og þær hafa gert undanfarna mánuði þetta mál á þess að sé hægt að festa hendur og fingur á neinu því að það alltaf farið úr einu virkin í annað ef að þannig má orðið komast. Ef við að treysta því, það verður örugglega sagt þið veittu okkur umboð og við munum fara með það eins og við viljum. Og svo segja þeir, ef að það kemur í ljós þegar við förum síðan að máta okkur við Evrópusambandið að þetta passar ekki, þá bara köstum við kjólum í burtu, við ætlum ekki að nota það á flík. Við ætlum bara að velja það sem okkur hendar. Við ætlum ekki að taka einu sinni ákvörðun það að
efna til annarar þjóðaratkvæðagreiðslu. Við ætlum bara að stoppa það ef það passar okkur að gera það. Og það er þetta sem Ólafur Ragnar Grímsson hefur vakið máls á, að það er engin trygging fyrir því. Það er eina sem við beðum veitu okkur umboð til að sjá hvað. Og ég að lýsa fyrir þér að bæði bændasamtökin og samtök fyrirtækja í sjávarútvegi hafa lagt á borði núna greinagerðir þar sem þeir lýsa nákvæmlega inn í hvað við erum að fara ef við segjum já. Það þarf ekki neina spámenn sérstaklega til þess að lesa gögn Evrópusambandsins. En segðu mér þá út frá þinni reynslu bæði frá 94 og þetta í þingmannsferlunum þegar að þessi mál komið til kasta þess. Telur þú útilokað að Íslendingar geti náð einhvers konar undraverðum samningi hvað þetta varðar og þar vísa ég nú bara í úttektir Morgunblaðsins til þess á því að engar þjóðir sem hafa sótt aðild hafa fengið þessar varanlegu undanþágur. Gæti það gerst núna vegna þess að Ísland er svo eftir svo? Nefndu rökin fyrir því að það muni gerast og þær hafi þennan samningsstyrk að þær komi ekki einu sinni fram en eitt umboð frá þjóðinni eða ríkisstjórninni eða alþingi það hvað er að ná fram. Ef þær hefðu lagt fram fyrir okkur ákveðið skjal, það sem það segði, þær hefðu samþykkt á alþingi að sækjum, þær hefðu búið til samningsmarkmið, þær hefðu kynnt þau, það hefðu verið rætt þau og farið yfir þau og þau hefðu verið samþykkt. Þá geta verið komið til Evrópusambandsins og sagt það er á þessum forsendum sem íslenska þjóðin hefur samþykkt að við sækjum aðild að Evrópusambandinu og við munum innan þessara marka ræða við Evrópusambandið okkar aðild. Þær hafa ekkert svona umboð og þær hafa ekki neitt nema þá sína persónu töfra væntanlega til þess að ná þessum markmiðum sem verið að tala Síðan hafa þær hoppað í það vígi að segja já, Donald Trump hefur talað þannig til grænlendinga að við verðum að sækja aðild að Evrópusambandinu. Er þetta trúverðugt? Í grein í Financial Times í morgun og þá fjallað þetta og þar rætt hvernig staðan sé og sagt að Evrópusambandið innan dyra hjá þeim séu miklar umræður það hvað þeir að gera í stækkunarmálunum. Og þar kemur Marta Kos sem stækkunarstjóri, sýnist mér á greininni, svo eina sem segir já, Evrópusambandið getur með stækkun orðið milli Kína og Bandaríkjanna og orðið stórveldi á þriðja stórveldið í heiminum sem náttúrulega draumsýn sem verður ekki hvernig sem hún talar. En það þetta, þessi sjónarmið þessarar konu ágæta stækkunarstjóra sem vil fá ykkur viðfangsefni, það þetta sem ræður því að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og forsætisráðherra tala þannig að Ísland hafi eitthvað tromp á hendinni til þess að Evrópusambandið stækki út á Norður-Atlantshafið og auki þannig geopolítíska stöðu sína og styrki og geta orðið þetta stórveldi á milli Kína og Bandaríkjanna. Er það þetta sem sjónarmið sem ráða því að við getum brotið á bakaftur sjávarútvegsstefnuna og landbúnaðarstefnuna? Ég efast mjög það, því að það er engin Evrópusambandið, Evrópuríkin öll að auka hernaðarmátt sinn og styrka innan NATO. Þau eru ekki að skipuleggja eitthvað sér hernaðar herstyrk eða herstjórnir sem gerir þeim kleift að verða herveldi á milli Kína og Bandaríkjanna. Það að ræða það hvort að þeir mistu náttúrulega kjarnorkuveldi út úr Evrópusambandinu þegar Bretar fóru og svo hefur núna verið talað það að Frakkar ætli að breyta stefnu sinni beitingu franskra kjarnorkuvopna þannig að það megi beita þeim í þágu annarra þjóða heldur en Frakka. Og þetta svarar ekki þessari draumsýn að Evrópusambandið. Er það þessi draumsýn sem ræður því að Evrópusambandið mun gefa okkur og brjóta bak aftur eigin stefnu í sjávarútvegsmálum og landbúnaðarmálum? Ég held ekki.
En hvaða afleiðingar hefur það fyrir okkur játulega sjárheimingin og ráðherrarnir fyrirnefndu segja, já það kostar ekkert að kíkja inn að pakka, kannski hann tómur, kannski hann fullur af einhverju spennandi góðgæti fyrir Íslendinga? Já, það kostar, ég meina, það kostar náttúrulega að setja allt stjórnkerfið í nýjan farveg og það fara að sinna þessum málum einu þessu máli kannski missarum saman, ég veit eitthvað hvernig það því að þetta náttúrulega engin hemja hvernig talað það líka við fáum ykkur á hraðferð. Það eru 9 ríki búin að bíða Svartfjallalandi kannski næst og Írar vona að þeir geti klárað Svartfjallalandi í ár en það er búið að bíða í 9 ár og það hefur ekki stakkað Evrópusambandið síðan 2013 og það hafa 10 ríki eða 9 ríki beðið og Úkraína bíður og Moldóva bíður, ríki sem bíða bara alveg rétt biðjandi af því að það snertir þeirra öryggi og alla framtíð. Og þessi ríki eru látin bíða og Evrópusambandið innan dyra engist sundur og saman það hvernig eigi að taka á því, hvort eigi að búa til nýjar umsóknarreglur og svo framvegis. Þannig að við tölum stundum hér eins og við séum eini í þessum heimi. Við erum það ekki. Við verðum að hafa eitthvað jafnvægi hugast líka þegar kemur að því að velta fyrir okkur hvar við stöndum og ekki bara beina þessu inn á við og ráðast hvert á annað, heldur verðum við að líta út á við og sjá hvað þessar deilur snúast og hvar ætlum við að skipa okkur þar. Manni virðist að þessi stjórn sem nú situr halli sér mjög að spænsku ríkisstjórninni og faringa franskan ráðherra til þess að segja eitthvað sem mjög óljóst sjávarútvegsmál. Nú forsætisráðherra fer í kaffi til Merz í Þýskalandi. Okkur aldrei sagt neitt hvað þetta snýst. Var hún að fara í kaffi til þess að biðja gott veður á ríkjaráðstefnunni þegar ef það verður sagt já. Írar hafa sagt já, frá Íslandi það okkur gleðiefni. Við myndum fagna því sem í forsæti ráðherraráðsins sem þeir hafa núna fram til loka þessa árs. Við myndum fagna því að Ísland sagt aðild á okkar vakt og við myndum gera það sem í okkar valdi stæði til þess að hraða málum. Þetta sagði Carl Bildt líka þegar við sóttum 2009 og það hlúlaðist allt eins og við vitum. Það sem Írar eru hins vegar mjög furðulegt í raun og vera að velta því fyrir sér. Írar fara með forsætið og vilja fá okkur þarna að samningaborðinu. Á hinn bóginn eru Írar algjörlega á móti okkur þegar kemur á makríl. Við erum með makrílinn og Írar eru eina makrílveiði þjóðin sem ykkur máli skiptir innan Evrópusambandsins. Og Írar vilja að Ísland komi inn í Evrópusambandið svo að Evrópusambandið og sjávarútvegsbatteríið geti farið að taka ákvarðanir makrílveiðar við Íslandsstrendur. Þeir eru, sérðu hvað hún að segja, Heiðrún Lind normenn, Evrópusambandið semur við normenn það að normenn fá að veiða kolmunna í írskri lögsögu út á það að Evrópusambandið fær eitthvað í staðin frá normennum. Írar verða að sætta sig við það. Írar sögðu á einhverju stíja við höfðum nú eitthvað svona baktryggingu í einhverju hagsamkomulagi sem engum máli skipti það áraunir. Og ef Írar fá okkur inn í Evrópusambandið, þá voru næst að skrefa á fundi sjávarútvegsráðherra Evrópusambandsins þegar makrílmál koma til umræðu, þá voru sagt Ísland fær 3% og Írar fá eitthvað þú veist hvernig þetta er. Þetta er svona. Þetta gengur út á þetta. Þetta er allt hagsmunabarátta ríkja þegar kemur að þessum ákvörðunum. Þetta er ekki framkvæmdastjórnin ræður þess ekki neitt. Þannig að Írar vilja fá Íslendinga inn vegna sinna eigin hagsmuna en ekki okkar. Já. Það er ekki, hvers vegna skildi Írar vilja fá Íslandin til þess að fá eyríki með miklar sjávarauðlindir sem þeir getur fara að ráðskast með og það hvíldi ekki allt á þeim eins og núna. Svo sagt við okkur, við fáum eitthvað sér fiskveiðistjórnunarsvæði
sem hvað. Það veit enginn það. Þau hafa ekki hugmynd það. En þessi aðferðafræði sem að stjórnvöld beita með þingsályktunartillögunni og þjóðaratkvæðagreiðslunni, hvernig hún orðuð og hvernig þetta lagt upp, þetta ekki meirihluti fyrir aðild í þinginu. Eru einhver dæmi að umsóknaríki eða ríki sem að velti þessu fyrir sig farið þessa leið? Þetta ekki alveg... Það engin dæmi það að þetta sé, það voru heldur engin dæmi það 2009 að ríkisstjórn sem var klofin varðandi aðild að Evrópusambandinu kæmist þessi niðurstöðu að sækja aðild. Og hvernig fóru þau að því? Þau létu utanríkismálanefnd Alþingis búa til eitthvað álit sem var á svo gulu og gráu svæði að það gátu allir túlkað það út og suður eins og þeim hentaði. Og þetta álit var lagt til grundvallar þegar Alþingis samþykkti ályktunina 2009, í júlí 2009. Núna sömu aðferð beitt að utanríkismálanefnd sem klofin þegar kemur aðild að Evrópusambandinu ef að má trúa flokki fólksins, að hún tekur gamla áliti frá 2009, gerir það að sínu áliti með einhverjum uppfæslum sem engum máli skipta og síðan þetta lagt til grundvallar og ákveðin einhver spurning og málunum kasta til þjóðarinnar sem veit ekki uppni niður hvað hún að kjósum. Nema það að það komið 3 sjónarmið, nei, já eða já til að sjá. Og þetta já til að sjá tólka allir sem stuðning við já. Þannig að það alltaf ef að kalla þú ætlar að kalla fulltrúa já og nei í þáttíðin, þá verður líka að taka já til að sjá, til að mynda jafnvægi, það hefur alltaf 2 á móti einum, í raun og veru, það kemur til kastana. Þannig að það er nú leikriti sem hefur verið sett á svið með þessu. Þannig að ég held að þetta hafi aldrei verið gert áður og ég held að það hafi heldur aldrei verið gert áður eins og gert var 2009 að ríkisstjórn hefði ekki burði til þess sjálf að ákveða að sækja aðild og þyrfti að búa til svona leik í kringum umsögn utanríkismálanefndar til að fá það samþykkt. Og þetta vissi Evrópusambandið alla tíð og spilaði á það og það var meðal annars nauðsynlegt fyrir stjórnin að reka Jón Bjarnason úr ráðherraembætti til þess að reyna að milda ESB í vonum að ESB myndi taka upp samtöl sjávarútvegsmálin sem var það ekki. Og 18. desember 2012 á Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra fund með Fíle stækkunarstjóra og kemur síðan heim og það var náttúrulega látið eftir fundin þessu miðar öllum mjög vel og svo myndist á við vorum með Evrópuvaktina við Styrmir og við sáum munun á milli þessara opinberu jákvæðu yfirlýsing á þess sem var að gerast og síðan 14. janúar 2013 tilkynir ríkisstjórnin allt í einu málinu hætt, við ætlum ekki að tala meira, það verður ekki fleiri ríkjaráðstefnur og við ætlum bara að ganga til kosninga. Það var þessi ríkisstjórn sem hætti þessu og það á núna, ef maður skilur þetta rétt, að byrja aftur á þeim punkti þar sem Össur gafst upp eftir ríkjaráðstefnuna 18. desember 2012. Og lesið með fundagerðina þar að það var látið eins og allt var í góðu gengi. Það var ekki neitt. Það var ekki hvorki búið að ræða landbúnaðarmálin, né sjávarútvegsmálin og við erum í sömu spórum. Við stöndum í þessum spórum og við fáum núna eins og ég sagði hér í upphafi greinagerðir frá bændasamtökum, fyrirtækja í sjávarútvegi og þau segja nákvæmlega það sama. Það er ekki hægt fyrir Ísland að fá þessar undanþágur. Ef við ætlum að fara og gefa eftir í þessu, þá erum við að gjörbreyta íslensku samfélagi. En þá spyr ég bara hreint út, verið að blekkja þjóðina? Þetta blekkingarleikur? Finnst þér það? Hvernig þú lýsir þessu? Já, ég bara lýsa þessu, ef að menn vita þetta ekki þá er að því að það er ekki enginn sem segir það. En ég veit ekki hvort það er vísvænandi blekkingar. Ég veit ekki til þess, kannski vita ráðherrarnir þetta ekki sjálfur. Þorgerður Katrín ætti þó að vita það, því að hún satt hjá við atkvæðagreiðsluna
í þinginu 16. júlí 2009 og vissi líka nákvæmlega hvað var að gerast í Sjálfstæðisflokknum, hvernig hann snýrist gegn þessu og hvernig hann tók sínar ákvarðanir á landsfundum, en gekk síðan flokknum og stofnaði Viðreisn og sá flokkur vildi fyrst sækjum aðild, það var stefnaflokksins, svo formaðurinn fyrsti og stofnandinn látin hætta og Þorgerður Katrín tekur við og þá byrjar þessi stefna, nei, við erum ekki að sækjum aðild, við erum að sækjum viðræður. Við erum að sækjum viðræður og við ætlum að fá íslensku þjóðina til að tala það að við séum að sækjum viðræður. Það þarf ekki að sækjum viðræður, það er að sækjum aðild og það er að leggja fram hverju ætlar að ná fram. Hefur Ólafur Ragnar rétt fyrir sér í því að menn út í Evrópu stari á þetta ferli og þennan atgangallan eins og naut á nýverki? Ég veit ekki, það er nú í sundfélaga mínir sem að segja að Ólafur Ragnar hafi sagt að hefði verið hlegið að þjóðinni þegar hann sagði þetta við einhverja menn í útlöndum að hvernig væri staða á málum hér. Það kemur ekki óvart að væri hlegið en það er schadenfreude ykkur, það er ekki af samúð með þjóðinni, að það er eitthvað bara menn álíta hvernig dettur nokkur þetta í hug. Því að ég held að hafa engri þjóð dottið í hug að sækjum ef að ríkisstjórnin var ekki búin að ákveða það og þingið var ekki búin að ákveða það. Það hefur aldrei gerst, þeir hljóta að vera að hlæja því. Því að finna stað, þetta er kannski einhverju stjórnmálafræðingar sem Ólafur hefur rætt og ég veit ekki hverju það voru, en þeir hljóta náttúrulega átt að segja á því að þetta er alveg einstakt og finnst það broslegt. En ég held að fyrir okkur er þetta ekki hlægilegt og ég tek alveg undir það ef að þetta lítið á þetta sem eitthvað gamanmál í útlöndum og þá eigum við að hafa áhyggjur á því. Því að þetta lýsir, og ef þú lest viðtölin við þar í blöðunum, útlöndublöðunum, þá er alltaf verið að finna einhverja skýringar fyrir blaðamennina sem verið að tala, sem viðmælendur eða spyrjendur. Það er alltaf skýringarnar eitthvað sem svona hljóma kannski sennilega í eyrum útlendinga sem hafa einhverja hugmyndum Trump og Grænland og eitthvað óróa innan NATO út af Trump deilur Grænlendinga og Trumps og Grænland og Dana og Trumps og allt þetta og það er til þess að útskýra þetta á einhvern hátt sem einhverjir erlendir menn geta kannski eitthvað jarðtengt, þá er sagt að við erum náttúrulega sækjum að því að Trump talaði svona illa Grænland. Eða ekki talaði illa, að því að Trump ásældist Grænland. Við vorum hrædd, við heldum að það myndi taka okkur næst og við vorum þess að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Þetta eru svörin sem maður sér að veittar í útlöndum því að blaðamenn eiga örugglega mjög erfitt með að setja sig inn í þetta. Hún svaraði þessu á þennan hátt Kristrún Frostadóttir í hinu fræga hlaðvarpi Restis Politics. Þú varst í utanríkismálanefndinni og hefur fjallað gríðarlega mikið utanríkismál. Þegar hún stillir okkur upp með þessum hætti gegn Donald Trump sem vissulega forseti Bandaríkjanna þó að verði það ekki mikið lengur. Er þetta ekki hættuspil að setja þessa hluti alþjóðlega í þetta samhengi? Það er mikið hættuspil. Það er mikið alvörumál. Því að fólk, við getum litið á þetta hérna okkar augum. Það er bara önnur gleraugu sem notað, annar skilningu sem menn hafa annar staðar. Og í Bandaríkjunum hljóta menn að þú sérð allt það sem talað samskipti stjórna Trumps við Evrópusambandið og þessa spennu og þetta það er svona óvildar moment í því öllu saman sem er svolítið einkennilegt í alþjóðamálum en þetta er svo persónulegt allt og hjá Trump líka þá virðist afstæðan til Grænlands vera mjög persónuleg því að hann hefur engan stuðning í þingið með bandarísku þjóðarinnar í því máli og þegar farið síðan að setja þetta í þetta samhengi að þá er kannski fara að höfða til þess að í þessu af hálfu Íslendinga felist einhver ögrun í garð Bandaríkjamanna og það er ekki heppilegt og það er algjörlega ástæðulaust og ekkert
sem gefur til kynna að það sé ástæða til að tala þannig þegar litið til öryggismálana og þess sem að gerast á Norður-Atlantshafi með þátttöku Bandaríkjamanna og annarra NATO-þjóða. Það algjörlega rangt mat og algjörlega röng mynd sem dregin upp ef að sagt að það sem Trump hefur sagt Grænland hefur veikt stöðu Íslands innan NATO eða veikt stöðu NATO og Norður-Atlantshafi. Það gagnstæða hefur gerst og að nota þetta á þennan hátt náttúrulega allir þeir sem vita að þetta vitleys að tala svona en líka það hættulegt að því leyti að það getur skapað einhverjar tilfinningar og öldur í þessum heimi tilfinningarna sem í kringum Trump sem eru mjög óæskilegar. Þannig að svo þegar blaðamenn að skrifa greinar og við höfum nú báðið skrifað greinar mörg mál og alþjóðamál og ég hef aldrei vitað það að menn túlkuðu ákvarðanir stjórnvalda í einu landi á mismælum Bandaríkjaforseta. Hann mismælti sig 4 sinnum held ég í Davos og sagði Ísland í staði fyrir Grænland og þá komu greinar í blöðum, kannski með að undirlagi einhverja hér, að þetta sýndi náttúrulega hug hans til Íslands, mismælin. Og erum við að sækjum á vegna þessara mismæla. Og eins og Ólafur Ragnar, að því hún nefndir, hann hefur bent á, þegar hann var ákveðið að setja þetta í stjórnarsáttmálann 21. desember 2024, þá var Biden ennþá forseti Bandaríkjanna. Þá sátu þær og settu þessi ákvæði inn í stjórnarsáttmálann. Trump var ekki orðinn forseti og þetta á ekkert, Trump á ekkert erindi að þessu máli raun og veru fyrir en eftir á þegar það lendi þeim vandræðum að þeir þurfa að skýra það fyrir viðmælendur sínum í útlöndum hvers vegna það var farið í að flýta þessu svona. Því það ekki hægt að finna aðrar sennilega skýringar? Nei, því að útlendingar skilja ekki, ég meina, hvernig ætlar að útskýra það annars að þetta sé allt út af því að Viðreisn hafi verið stofnuð 2016 og sett það sem skilyrði fyrir að mynda ríkisstjórn á Íslandi að þeir kosið viðræður. Ég meina, en það hvergi allir segja að það sé verið að kjósa aðild Íslands að Evrópusambandi. Hvað segir þitt þjálfaða pólitíska nef stöðuna á málunum núna? Nú erum við að fá kannanir sem að benda til þess að þetta standi bara hnífsegg einhvern veginn. Já, ég hef ekki hugmynd og ég nú ekki, umgengst nú ekki svo marga og hef ekki þau tengsla. Ég átti mig á því hvernig straumar eru en ég held að ef að menn vilja og nú verið að leggja fyrir okkur þessi gögn frá þessum samtökum sem við hefum nefnt og fleiri og vafalist eftir að koma fram með upplýsingar og fróðleik og ef menn skoða það í raun og veru þá held ég að niðurstaðan hjá öllum svo sama og hjá okkur 91 til 94 að við eigum ekki erindin í þetta. Við leystum okkar mál á farsælan hátt, eins farsælan og kostur með því að gerast aðilar að sameiginlega markanum og aðilar að Evrópska efnahagssvæðinu. Það einstakt að þessi samningur náðist og að hann haldi gildi sínu. Hann hafi njótið þessara viðurkenningar og ef þú sérð hvað þjóðir að segja núna sem að banka upp á, getum við ekki minnst að fengja aðild að sameiginlega markanum með einhverjum hætti. Getum við ekki minnst að kosti fengið aðild að Schengen samstarfinu með einhverjum hætti. Við getum kannski beðið með hitt, en ef við fengjum þetta þá varum við vel sett. Ég meina, við erum í þessari óskastöðu margra þjóða sem hefur verið hafnað að fá þessa sömu lausn og við fengum á þessum árum og Bretar lentu náttúrulega í þessari vandræða stöðu sinni með því að fara úr Evrópusambandinu á þess að vita nákvæmlega hvernig þeir ætluðu að höndla málið eftir það. En við erum í þessum, þetta hefur gagnast okkur. Og alltaf þegar við sóttum eitthvað í krafti þess að vera í EES,
gagnvart Evrópusambandinu sem snertir okkar hagsmuni. Ég þekki það sem dómsmálaráðherra vegna Europol og alls konar samstarfs í öryggismálum, borgaralegum öryggismálum, alltaf tekið vel. Við fórum hins vegar, tel ég, út á línunni í þessu efni þegar við fórum að tengja loftslagsmálin svona mikið inn í EES-samstarfið. Það var ónauðsynlegt, það var gert í einhverju loftslags andrúmslofti sem núna er ETS og er afmyndað okkar samskipti við Evrópusambandið. Með því að fara inn í sambandið þá göngum við ennþá lengur í þá átt. Þannig að ég tel að við séum eins vel sett eins og kostur er. Það verður fróðlegt að fylgjast með þessu næstu dagana. Hvet fólk til þess að fylgjast með skrifum þínum á björn.is og þetta á vettvanginum hér. Þakka kærlega fyrir komuna, Björn. Þá er ekki meira á vettvangi spursmála þennan ágæta föstudag. Við þökkum ykkur fyrir samfylgdina. Ég minni enn og aftur á bókaklúbbin okkar. Þennan mánuðin erum við að taka fyrir bókina Dýrabær eftir George Orwell. Það er önnur bókin eftir þann merka höfund sem við tökum fyrir þessu vettvangi því að áður höfum við fjallað hið ótrúlega verk 1984. Þessi bók er aðgengileg ykkur í verslunum Pennans á 3.299 krónur. Þetta er sérstakt tilboðsverð í tilefni þess að klúbburinn tekur bókina fyrir. Ég óska ykkur góðra helgar og hlakka til að sjá okkur hér á þessum vettvangi í næstu viku.